Veiðigjaldsfrumvarpið var einfaldlega svo mikilvægt fyrir ríkisstjórnina á þessu þingi að ekki kom til greina að gefa það eftir, segja stjórnarliðar. Framkvæmdastjóri SFS hefur þungar áhyggjur af afleiðingum hækkunar veiðigjaldsins. Ísraelsher segir bilun í vopnabúnaði hafa valdið því að börn og fullorðnir voru drepin við að sækja vatn á Gaza í morgun. Nærri 100 voru drepin í árásum Ísraelshers í dag. Að minnstakosti 3 stunguárásir hafa verið til rannsóknar það sem af þessum mánuði. Maður sem varð fyrir stunguárás í Mjódd á föstudag enn þungt haldinn. Búist við næstum 30 stiga hita víða á landinu næstu daga í hitabylgju sem þegar lögst yfir Austfirði. Hitamet gætu fallið, til dæmis á Mývatni. Ingi Garðar Erlendsson Reykvíkingur ársins, útnefndur fyrir öflugt og skapandi tónlistarstarf í borginni. Hann fékk, venju samkvæmt, að renna fyrir laxi í Elliðaánum í morgun. Gott kvöld. Hátt í 100 hafa verið drepin í árásum Ísraelshers á Gaza síðasta sólarhringinn. Herinn segir að bilun í tæknibúnaði hafi valdið því að fólk sem stóð í röð eftir vatni var drepið í loftarás í morgun. Við vörum við myndum í þessari frétt. Ungur piltur syrgir 12 ára vin sinn sem stóð í röð að sækja vatn á brúsa í morgun. Minnst 6 börn voru á meðal þeirra 10 sem voru drepin í þessari árás. Í yfirlýsingu segir Ísraelsher að bilun í tæknibúnaði hafi valdið því að loftarásin misti marks og segist harma hvern þann skaða sem almennir borgarar kunni að hafa hlotið. Það eru fleiri sem snúa aldrei aftur heim. Síðustu vikur hafa 100 Gazabúa verið drepin við að sækja sér neyðaraðstoð. Í gær var skotið á fólk nærri borginni Khan Yunis. Fólk deyr líka úr hungri. Í gær lést alvarlega vanar stúlka í Gazaborg. The situation is worse than I've ever seen it before. 90,000 children now in urgent need of treatment for malnutrition. And I met many of those families who told me that there are days that their children are not eating at all. And I had mothers telling me how they're trying to have kids not play so that they don't draw more energy than that they are able to provide them with through food. Þögul mótmæli og minningarathöfn börn sem hafa verið drepin á Gaza fóru fram í Tel Aviv í Ísrael í gærkvöld. It's extremely necessary to show our care and what we want and what we believe in, and we have to show it by showing the pictures of these innocent children that are being killed just as our innocent civilians were being massacred on October 7th, and this war just keeps going on only for political reasons, not for any reason other than that. Veiðigjaldsfrumvarpið einfaldlega svo mikilvægt að ekki hefði verið hægt að semja þinglok án þess að klára það. Þetta segja þingflokksformenn Samfylkingar og Flokks fólksins. Stjórnarliðar virðast nokkuð sáttir við samninga þinglok. Þau hafi náð 50 málum í gegnum þingið á þessum 5 mánuðum og náð að lenda umdeildasta máli ríkisstjórnarinnar. Og svo þetta risastóra mál sem allt snýst sem eru veiðigjöldin og eru bara langstæðsta mál ríkisstjórnarinnar á þessu þingi allavega, og ríkisstjórnin getur verið afar stolt af því að hafa náð því í gegn. Ég tel svona að heildarafrakstur þessa stutta þingvetrar sé góður fyrir nýja ríkisstjórn. Hér var náttúrulega sett Íslandsmet í málþófi. Það voru 2 mál sem tekin voru yfir af stjórnarandstöðinni í vikulöngum málþófsæfingum þeirra, sem auðvitað bitnar á niðurstöðu þingsins, en við náðum stórum kerfisbreytingum í gegn. Og Guðmundur Ari segir ríkisstjórnina koma bæði vel nestaða og reiðubúna til að nota tæki innan þingskapa til að stöðva málþóf.
Það alveg ljóst að það gengur ekki að minnihlutin ætli að halda áfram að taka mál í gíslingu. Það eru þessi tæki innan þingskapanna alltaf að stöðva slíkt. Nú hefur það verið gert og ég tel það að vera rétt. Þannig að ég tel að bæði meira og minnihluti vilji hafa betri andi í húsinu og ekki þessa málþófshefð sem var byrjuð að myndast. Bæði Ragnar og Guðmundur segjast hafa vilja klára strandveiðifrumvarpið. Fundin verði önnur leið en hvorugur þeirra vill staðfesta að sett verði reglugerð málið. Það var þetta leitt að þurfa að fara í gegnum þingið eins og það þróaðist núna á þessu 5 mánuðum. Mikil átök og náð þó þessum árangri. Það jákvætt og við erum ánægð með það en við erum hvergi að baki dottinn og við ætlum bara að gera enn betur í haust. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi lýsir þungum áhyggjum af því að veiðigjaldsfrumvarpið verði að lögum. Þó að hækkun taki ekki gildi fyrr en áramót þurfi margar útgerðir að grípa fyrr til aðgerða. Þegar ríkið að taka allan eða verulegan hluta af hagnaði fyrirtækja frá og með áramótum, að þá munu vafalaust einhverjir þurfa að grípa til aðgerða. Það bara þannig þegar þú ert í alþjóðlegri samkeppni að þú veltir kostnaðarhækkunum hér heima ekki út í verð vörunnar. Þannig að þegar að ríkið fara að taka svona stóran hluta af afkomu fyrirtækjana, að þá alveg ljóst að eitthvað verður undan að láta. Heiðrún segir breytingartillöguna sem samþykkt var af meirihluta atvinnuveganefndar að veiðigjaldið verði innleitt í skrefum hafa lítið að segja. Þegar að þú ert með meingallaða aðferðafræði og þegar þú ert í raun líka að styðjast við rangar forsendur í gjaldtökunni, að þá skiptir það mjög litlu að gefin sé afsláttur af verulega hækkuðu veiðigjaldi. Og hann auðvitað tímabundinn, þannig að ég hygg að fyrirtæki muni ekki bíða með það að grípa til aðgerða. Í nýlegri könnun Prósents kom fram að tæp 70% þjóðarinnar styðja veiðigjaldsfrumvarpið. Heiðrún segist skilja að fólk hafi skoðanir á hversu mikið eigi að greiða fyrir nýtingu auðlinda, en taka verði inn í myndina að fólk þekki frumvarpið ekki endilega vel. Miður sé að ekki hafi verið framkvæmt mat á áhrifum ekki bara á útgerðirnar, heldur líka á nýsköpun, tækni og sveitarfélög í sjávarútvegi. Þannig að áfram ætla ég að leyfa mér að hafa miklar áhyggjur af þessu, að það eigi mögulega einhver tíman kannski seinna að meta þessi áhrif og grípa þá til aðgerða. Þá bara seinan. Maður sem var fyrir stunguárás í Mjódd á föstudagskvöld liggur enn á sjúkrahúsi. Ástand hans mjög alvarlegt að sögn lögreglu. Fjöldi stunguárása hefur komið upp á þessu ári og 3 eru til rannsóknar það sem af júlímánuði. Karlmaður á 30-aldri var í gærkvöld úrskurðaður í gæsluvarðhald til 18. júlí grunaður að ráðast á annan mann með hnífi á bílastæði við Mjóddina á föstudagskvöld. Maðurinn sem varð fyrir árásinni var fluttur alvarlega særður á sjúkrahús. Elín Agnes Eide Kristínadóttir yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild segir ástand mannsins óbreytt og mjög alvarlegt. Lögregla hafi nokkuð góða mynd af því sem gerðist og rannsókn miði vel. Hún gat ekki svarað því hvort tengsl væru á milli mannanna tveggja. Fjöldi stunguárása hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu á árinu en strax á fyrsta degi ársins bárust fréttir af því að maður hefði ráðist á 2 aðra með hnífi á nýársnótt. Síðan þá hafa reglulegar fréttir borist af árásum þar sem hnífi var beitt, lang oftast á höfuðborgarsvæðinu. Það sem af júlímánuði hafa að minnstakosti 3 stunguárásir verið til rannsóknar hjá lögreglu. Margföldun hefur orðið á hnífaburði síðustu ár og 70% útkalla sérsveitarinnar vegna vopnaburðar eru vegna stunguvopna. Og þá fyrir út í heim. Niðurstaða frumrannsóknar á flugslysinu á Indlandi í síðasta mánuði vekur furðu sérfræðinga. Einhver hafði lokað fyrir eldsneyti til hreyflana, nokkuð sem á ekki að vera hægt að gera óviljandi. If we want to close the fuel lever, we've got to lift it out, it's sprung loaded, and then we have to yank it down to stop it. Niðurstöðurnar sem voru birtar helgina eru ekki loka niðurstöður. Í ljós kom að slökkt hafði verið á eldsneytisrófum sem gerði það að verkum að eldsneyti hætti að berast til þoturhreyflana. Vélin var að gerðinni Boeing 7878 Dreamliner. 260 létust, 241 borð og 19 á jörðu niðri. Vélin hrapaði í íbúðakörfi og 1 farþegi komst lífs af. You have to actually pull the toggle switch up with a couple of fingers against a spring and move it out of the D10 and then move it into the new position. So it's not going to happen by accident.
Þar að auki ekkert í verklagsreglum né gátlistum að athuga rofana, segir Coleman. Hvað þá snerta við þeim? The only time you may want to operate those switches during the flight would be at altitude if you had some kind of engine malfunction which required the fuel supply to be shut off the engine. Á upptökum heyrist annar flugmaðurinn spyrja hvers vegna hinn hefði slökkt á rofunum. Sá svarar og segist ekki hafa gert það. Absolutely shocking. I mean, I can't understand why anybody would do it. These switches are latched, so you can't knock them off by mistake. It leaves a rather stark and shocking picture, and I suspect that the investigators will now look at many other factors as to why somebody might have done that. Hitabylgja að leggjast yfir landið. Hátt í 30 stiga hiti mældist fyrir austan í dag og búist við álíka veðri næstu daga. Þetta nú bara hlýtt loft sem að koma frá Evrópu þar sem búið að vera hitabylgja að undanförnu. Nú bara kerfin að stilla sig þannig upp að við fáum það loft hingað yfir okkur og verður hlýtt hjá okkur næstu daga og bara bongó veður mest allt land. Þegar verður að hlýna fyrir austan vikur megum við búast? Já, bara svipum hitatölum á morgun. Við sjáum það í dag fóru til 28 stig á Austurlandi og viðbúið það að það gerir það jafnvel bæði á norðausturhorninu sem á Suðurlandi á morgun. Þannig að það er svona belti sem að nær frá norðausturhorninu og yfir á Suðvesturlandi. Þar var hiti víða yfir 20 stig og sennilega margar stöðar sem var að mæla yfir 25 myndi ég halda. Hitametið frá 1939, ekki satt, 30,5 á Teigárhorni í Berufirði. Heldur það falli? Ég held að það falli ekki, en við getum séð svona staðbundum met falla. Til að mynda spáin að gera ráð fyrir 28 stigum á Mývatni á morgun og metið þar eftir því sem ég kemst næst 28,3. Þannig að við getum séð svona staðbundum met falla. Eitt viðbót, þetta eitthvað önnur hitabylgjan sem að gengur yfir landið á síðustu mánuðum. Þetta eitthvað nýtt norm? Ég ekki vissum að margir sér til að kvitta upp á það svona með síðustu sumur, sko. Og það var ekkert að veðri á Vopnafirði í dag þar sem slegið var með orfi og ljá í kringum Bustafellsbæinn. Gestir safnsins nutu tónlistar og vertinn inn í eldhúsi bauð upp á gamaldags hræring. Það er hafragrautur og skyr sem hann sagði að smakkaðist dásamlega. Bustafell er einn af best varðveittu torfbæjum landsins og dagskráin þar er hluti af Vopnaskaki, bæjarhátíð á Vopnafirði sem staðið hefur helgina. Landsvirkjun vinnur nú að endurbótum á elsta hluta landvegar sem liggur að Sprengisandsleið. Miklir þungaflutningar eru fyrirhugaðir vegna framkvæmda við vindmyllugarðinn í Vaðöldu og vegurinn hefur ekki burði í það að óbreyttu. Nauðsynlegt að ráðast í endurbætur á landvegi svo hægt verða að flytja búnað og efni fyrir vindmyllugarðinn við Vaðöldu sem mun rísa norðan við Búrfell á næstu 2 árum. Þetta 13 kilometra langur vegkafli á þessari gömlu þjóðleið sem hefur þótt illfær malarvegur. Með vegbótunum verður einni einbreiðri brú færra á þjóðveginum. Þetta náttúrulega verður mikil bæting fyrir nærumhverfi. Þetta auðveldar aðgengi upp á Sprengisandsleið og býr til að ég held svona skemmtilegan hring í kringum Rangárþing ytra og Skeiða og Gnúpverjahrepp sem ekki til staðar nú þegar. Þannig að þetta mun hafa langtíma áhrif fyrir svæðið. Já, ég held að þetta muni gera það hiklaust og opna svæðið úr báðum áttum, sérstaklega þegar brúin yfir Búðafoss og vegurinn þar milli frá Ornes og yfir í Rangárþing ytra, þá myndast þar mjög skemmtilegur hringur og minnkar vegalengdir í sveitarfélögunum. Framkvæmdaleyfi í höfn og munu verktakar hefjast handa á næstu dögum. Finnskir eldri borgarar sem þurfa ekki aðstoð allan sólarhringinn eiga þess kost að búa hjá öðru fólki sem fær greitt fyrir að sinna því. Bæði eldra fólk og húseigendur eru ánægðir og hvetja til þess að fleiri slík úrræði verði í boði. Moi. Kirsi Järvinen heimsækir Tertu, móður sína, sem þjáist af elliglöpum. Móðirinn er hvorki heima hjá sér né á stofnun. Hún býr á heimili annarar konu sem fær greitt frá ríkinu fyrir að annast hana og 3 aðra. Þetta úrræði býðst þeim eldri borgurum sem þurfa ekki aðstóð allan sólarhringinn en treysta sér ekki til að búa heima. Kävikö pappa eilen? Enhän muista. No mun mielestä on kiva, kun tää on tämmönen kotosa ja niin kuin pieni turvallinen yksikkö, ettei ole sellainen
vanhojen kotiympäristö, missä voi sitten äkkiä käydä niin, että jää yksin huoneeseen. Hér fólk eins og heima hjá sér. Ja saa vaikuttaa huoneensa sisustukseen ja usein myös siinä käy niin, että kun perhehoitoasukas tulee, niin vähän kuntoutuu, fyysinen kunto vähän nousee ja yritän aina, että asukas tekee mahdollisimman paljon itse. Muistaaksä minkä ikäinen sä olit, kun te menitte naimisiin? 7 vai 18. Te olitte joutunut hakemaan presidentiltä lupaa. Herranjestas. Og þeir eldri fá líka að aðstoða við garðyrkjustörf. Sitä voi tukea. Juu, laitetaan kepit siihen. No, kotihan on aina koti, eihän sitä mihinkään pääse, mutta toiseksi paras paikka. Se on nyt ainoa puute täällä, kun ei pääse kalaan. Lauriila segir þetta gefa mjög góða raun. Tämä on halvin tapa hoitaa ympärivuorokautisesti ikäihmisiä. Miksi tätä ei sitten tehdä enemmän? Toi on hyvä kysymys. Noille päättäjille terveisiä, että rupeavat paneet töpinäksi tämmöisiä paikkoja lisää. Talsvert illa búin ökutæki á þjóðvegum landsins, segir umferðarlögreglan nú þegar margir eru lagstir í ferðalög eða eru að tía sig af stað. Sumarið komið og ferðalangar farnir af stað í fríið. Farartæki eru af öllum stærðum og gerðum, en hvað þarf að hafa í huga áður lagt af stað? Ég sé það nú bara strax að það þarf að pumpa hérna í afturdekki hjá þér, sko. Já. Ég myndi ekki fara út úr bænum á þessu dekki, sko. Nei. Það líka orðið svolítið slitið. Já, ok, það að tekka dekkinu. Þú ert að tekka því. Síðan bara góð regla að kíkja á stöðuna á rúðuvökvanum og athuga hvernig staðan á rúðuþurrkum. Já. Svo ef eitthvað kemur upp á þá getur verið gott að vera með sjúkrakassa. Já. Ég er ekki með sjúkrakassa. Þú ert ekki með sjúkrakassa? Nei. Það mjög góð regla að vera með sjúkrakassa í bílum og líka bara að fara yfir hann. En kannski eitt varðandi dekkin að það er líka ef að bílinn með varadekk að athuga þrýstingin í varadekkinu líka. Ef það springur þá er ekkert gaman að vera með loftlaust varadekk. Kannski gá hvort hann sé með varadekk yfir höfuð? Heldur hann sé með varadekk eða? Kemur það í ljós? Já, það er varadekk og tjakkur. Viðvörunar þríhyrningurinn og startkaplarnir þurfa líka að vera á sínum stað. Þetta fyllir á rúðuvökvann. Ok. Og það er bara fínt að fylla á þetta og þá getur þetta komið í topp og þá ertu bara í góðum málum. Fylla á þetta áður en maður leggur á stað? Já. Góð regla. Oljan? Já, númerið oljuna. Einmitt. Það er mikilvægt að hafa rúðurnar hreinar áður en lagt af stað. Það er búið að pumpa í dekkið, sjúkrakassin komin í bílinn og þá er ekkert því til fyrirstöðu að leggja af stað í ferðalagið. Viðurkenningin Reykvíkingur ársins var veitt í 15. sinn við athöfn við Elliðaárbakka í morgun. Fyrir valinu varð Ingi Garðar Erlendsson, tónlistarkennari og stjórnandi skólahljómsveita. Tilgangurinn með útnefningunni að vekja athygli á einstaklingi sem hefur verið öðrum til fyrirmyndar og lagt borgarsamfélaginu lið. Mikið fjöldi tilnefninga barst vegna starfa Inga Garðars Erlendssonar sem hefur verið stjórnandi skólahljómsveitar Vesturbæjar og Miðbæjar síðan 2019. Hann ekki bara listamaður og hljóðfæraleikari og kennari, heldur líka hefur hann verið að gera stórkostlega hluti með skólahljómsveit Miðbæjar og Vesturbæjar. Þeir hafa verið að taka þátt í alls konar verkefnum og spila víða, ekki bara á hjúkrunarheimilum og leikskólum og slíkt, heldur líka að taka þátt í tónleikum með stórum hljómsveitum og það er svona mikil gleði og hamingja sem tengist þessu. Ingi Garðar menntaður básunleikari, tónlistarkennari og tónskáld og hefur komið víða við í tónlistarlífi borgarinnar. Hann hefur byggt upp öflugt og skapandi umhverfi fyrir börn og ungmenni þar sem þau fá tækifæri til að blómstra í tónlistinni. Hvað heldur þú að sé mikilvægast í starfinu? Það var gaman, náttúrulega fyrst og fremst og svo líka bara að sinna þessu félagslega hjá krökkunum, að láta þau spila hér og þar, koma fram, vinnu mikið á til þess framkomu, kvíða og allt þetta. Og þessi krakkar í mér, þau eru mjög vön, spila mikið og víða. Sagði Ingi áður en hann fékk venju samkvæmt að renna fyrir laxi í Elliðaánum. Og eins og kom fram fyrir í fréttatímanum stefnir í frábært sumarveður næstu 2 daga með hitatölum víða yfir 20 stigum og björtu veðri mest allt land. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Riðlakeppni Evrópumóts kvenna í fótbolta lauk í Sviss í kvöld. Fyrrverandi Evrópumeistarar féllu þar úr leik.
Tveir bestu tenniskarlar heims mættust í úrslitaleik einliðaleiksins á Wimbledon mótinu í Englandi í skemmtilegri viðureign. Blásið var til markaveislu í eina leik dagsins í bestu deild karla í fótbolta. Og svo kynnumst við sleggjukastaránum Guðrúnu Karitas Hallgrímsdóttur sem á stöðugri uppleið og komum víðar við í íþróttum kvöldsins hér eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir það sem helst í fréttatímanum. Veiðigjaldsfrumvarpið var einfaldlega svo mikilvægt fyrir ríkisstjórnina á þessu þingi að ekki kom til greina að gefa það eftir, segja stjórnarliðar. Framkvæmdastjóri SFS hefur þungar áhyggjur af afleiðingum hækkunar veiðigjaldsins. Ísraelsher segir bilun í vopnabúnaði hafa valdið því að börn og fullorðnir voru drepin við að sækja vatn á Gaza í morgun. Nærri 100 voru drepin í árásum Ísraelshers í dag. Að minnstakosti 3 stunguárásir hafa verið til rannsóknar það sem af þessum mánuði. Maður sem varð fyrir stunguárás í Mjódd á föstudag en þungt haldinn. Búist við næstum 30 stiga hita víða á landinu næstu daga í hitabylgju sem þegar lögst yfir Austfirði. Hitamet gætu fallið til dæmis á Mývatni. Þá ætlum við að kveðja ykkur með myndum þaðan sem 3 ættliðir harmonikku tónleika voru meðal þeirra sem skemmtu gestum og gangandi í Árbæjarsafni í dag. Og rétt eins og við Burstarfell-spæinn á Vopnafirði var slegið með gamla laginu á Árbæjartúninu. Við ljúkum þessum fréttatíma með hefðbundum hætti. Við segjum fréttir næst í útvarpi klukkan 10 og alltaf á RÚV.is. Verið þið sæl. Gunni minn, Sveppi hérna. Við félagarnir erum að fara lóðbeint til Vestmannaeyja. Til Vestmannaeyja? Ég klár í það. Þetta er geðveikt, sko. Eyjamenn, það er náttúrulega ekki að spyrja þeim, sko. Þeir eru hressir, þannig að það geti brostið í söng og vesen, sko. Og grunni af alls konar hráefnum, þannig að það verður nú ekki vandamáli. Nei, alls ekki. Við getum farið hérna aðeins í Suðurlandið og nælt okkur í eitthvað dót og tekið svo Herjólf yfir. Það er aðeins að venjast þessu. Þetta er skrifað í skín og langbesta plan sem ég hef heyrt. Mitt fólk tala við þitt fólk og málið dögt. Vá, þetta er bara mjög gott. Skál fyrir því. Hlakka til að sjá þig. Heyri ég, vinn minn. Takk fyrir þetta. Ok, vinnur. Bye á. Bye. Veislan Eyjar í kvöld á RÚV. Annað kvöld á RÚV. Hringfarinn aldrei hætta að þora.